Þá tekur næst til máls háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Róbert Marshall. Virðulegur forseti, það djúp sannfæring mín að kosning til stjórnlagaþing og svo ákvörðun sem að Alþingi tók hér á síðasta ári hafi verið eitt það besta sem hefur gerst í íslenskum stjórnmálum í áratugi. Gleðilegur áfangi sem að skipti gríðarlega miklu máli og bara fagna. Og þá sérstaklega vil ég nefna þá samstöðu og þann samvinnuhug sem að einkenndi vinnuna. Og ég biðla sérstaklega til háttvirtra þingmanna hér í þessum sal, í þessu gríðarlega mikilvæga máli, að haga sínum málflutningi öllum þannig að til friðar horfi. Við getum verið ósammála það sem að átti sér stað, en við verðum öll að vera sammála það að það sameiginlegt verkefni okkar að greiða úr stöðunni, að finna lausn á þeirri stöðu sem við erum í núna. Og það einfaldlega sú staða sem upp komin. Ég vefengi ekki þessa niðurstöðu Hæstaréttar. Hún liggur fyrir. Það engin, ég hef enga forsendur til þess að gera það. Það verður að vera svo að fólk geti treyst niðurstöðum og kosningum. Það erum við öll sammála. Það sem við þurfum að komast að niðurstöðum núna til hvaða ráða tökum við. Ætlum við að endurtaka kosninguna? Það niðurstaðan að það sé nauðsynlegt að gera það, að fara í allan ferilinn? Það mun ekki standa á mér að ráðast í þá vegferð. Sé það nauðsynlegt í stöðunni og sé það vilji þingsins? Það niðurstaða okkar að þeir gallar sem að Hæstiréttur komst að niðurstöðu eða fann að þessari kosningu, að þeir höfðu bein áhrif á niðurstöðu kosningana? Þá skiptir það líka gríðarlega miklu máli og meðal þess sem við þurfum að taka sérstaklega á. Það að mínu mati þessi tveir kostir í stöðunni. Það að Alþingi staðfesti þetta kjör með einum öðrum hætti með því að kjósa þá einstaklinga sem þarna hafi verið valdir í sérstaka stjórnlaganefnd eða þá að endurtaka alla kosninguna. Ég held að þetta séu möguleikarnir sem eru fyrir hendi vegna þess að hætta við þessa framkvæmd kemur ekki til greina. Það kemur ekki til greina að taka stjórnlagaþingið frá þjóðinni. Það búið að kjósa til þess. Það góður meirihluta vilji fyrir þeim breytingum sem að menn vilja ráðast í með því meðal þjóðarinnar og það verður ekki af þjóðinni tekið. Það lá alltaf fyrir að þetta verkefni væri langhlaup. Við gerðum okkur grein fyrir því síðasta sumar þegar við náðum þeirri sameiginlegu niðurstöðu sem við náðum í málinu. Og það eru nokkrar reglur sem að gilda langhlaup. Það þekkja þeir sem að þau hafa stundum. Maður hleypur á meðan maður getur. Maður gengur sé þess nauðsyn. Maður skríður ef það þörf á því, en maður gefst aldrei upp. Maður gefst aldrei upp. Við ákváðum það hér á þessu þingi að ráðast í breytingar á grunngerð samfélagsins sem eru ritaðar í stjórnarskrána. Ekki vegna þess að stjórnarskráin hafi í einhverjum veigamiklum atriðum brugðist okkar á úrslitastundu, heldur vegna þess að við sem samfélag stöndum nú á tímamótum og erum að endurreisa samfélagið eftir mikið áfall. Og þess vegna það sjálfsagt mál að við tökum höndum saman það að endurskoða grunngerðina sem rituð í þennan sameiginlega sáttmála okkar allra, sjálfa stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.